Komið þið sæl og blessuð, þetta eru Vibe hérna megin. Já, það komið tím til að við fengum að spila í vikunni, en við ákveðum bara að hakka þetta, við erum komnir inn. Já, bara nákvæmlega þannig að okkar tími komið núna, sko. Hver þessi maður sem rúlar með hjóli? Er þetta Stefán Attingum með kíló eða króli? Rúlar svo nettur, bókaðin fæn, hann tegur stundu strætó og hann alltaf on time. Hver þessi maður? 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 Hver? Gísli Marteinn! 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 Við alveg mistum Hérna eru komnir Vibe-bræður Hálfdán og Matti, verið velkomnir. Takk hærlega, ekki svo mikill heiður. Haldið þið að fólk viti almennt hvor er hvað? Getið þið giskað á það, vitið hvor er hvað? Ég veit það. Þú veist það? Já. Hvernig veistu það? Þetta er Matti. Já, hvernig veistu það? Það er vegna þess að það eru svo margir sem að vinna í Borgarleikhúsinu og hún Sirrí Fjóla kærastan hans, hún vinnur í Borgarleikhúsinu, þannig að Matti var á vorhofi Borgarleikhúsins síðistlið vor og hann var einn af ákaflega hugrökkum gestum sem að fór upp á svið og lét dáleiða sig. Vegna þess að það er einn í starfsmannahópnum sem er líka dávaldur og þau álög voru lögð á hann að alltaf þegar hann var spurður hvað klukkan væri, þá hrópaði hann hátt og snjált, hvað klukkan? Ég elska Brynhildi! Þetta er ennþá dálítið það. Það er sínst alltaf alveg. Og hann var fastur í þessu. Þetta var út af kvöldi, þetta var stemming, sko. Þetta var galið. Herðu þið strákar, eftir viku verið þið komin til Basel Heldur betur. og morgunin eftir, fyrsta æfing. Já. Bara nákvæmlega þannig. Og þið opnið Eurovision-keppnina í ár. Bang. Já, hvernig er tilfinningin? Bara geðveikt, sko. Þetta er geðveikt. Þetta er úrslega cool, sko. Þetta er mikið Það er leiður. svo svoleiðis dæmi, sko. Við erum bara fyrstir í Eurovision, bara að syngja. Að opna Eurovision, þetta er galið, sko. Mjög mikill heiður. Þetta er stórt. Þetta er stórt. Ég meina, Jegvan ætti náttúrulega fyrir löngu að vera búin að fara. Við erum alltaf að segja, ég er ekki svona að djóka, við erum alltaf að segja þetta. Við erum að segja, sendum Jökvan. Ég er að segja það. Við erum búin að pizza þessu, sko. Við alveg pizza þessu. Og ég er ekki að tala um pizza. Nei, við töluðum við stjórnendurna. Við töluðum við stjórnendurna og sögðum bara Jökvan næsta ári. Í alvörunni, og ég er ekki að tjóka. Ég er að segja, við ekki fólki fá Jökvan næsta ári. Öll því sem ætla að keppa næsta ári bara sleppir þessu. Þetta er búið. Þetta tekur þetta. Takk fyrir því En þetta er vantarlega búið að vera mikill undirbúningur, þið hef ekki unnið við neitt annað vantarlega síðan þið unnið söngvakeppnina. Já, ég er á til að taka vaktir af bónusum. Nei, þú veit ekki að gera það. Jú. Það? Já. Þetta actually... Já, nei, ég veit ekki. Ertu ekki að fylgjast með lífið mínu, það? Nei, ég veit ekki hvað Matti er að gera, hann er alveg ruglaður, sko. Við erum locked in, Gísli, við erum locked in. Má ég spyrja, hver býr til fötin ykkar? Heyrðu það, Silvía. Sylvia Lovetank, hún er mjög góð. Best in the biz. Hún er bara, þetta er æðislega dæmi, sko, mjög... Eru þetta gallarnir sem það ætlaði að vera í? Nei, alls ekki. Það sem ég geta að revíla þá strax. Það má ekki sína strax. Rétt. Og útgáfan sem þið verið með að laginu hér er heldur ekki útgáfan sem þið ætlaði að vera með úti. Þið eru með sérstaka útgáfa fyrir okkur. Já, heldur betur. Svona viku special. Já, við þurftum að gera eitthvað sérstakt fyrir vikuna. Já, upp á státtum. Við erum búin að reyna að fá að spila þessi þætti í svona 3 ár, eða bara frá við byrjuðum. Við sendum post bara leið við byrjuðum, megum við spila í vikunni. Við sendum alveg oft, sko. Já. Og bara þegar vorum að byrja, sko. Gísli man eftir þessu, sko. Þú manst alveg eftir þessu. Þegar vorum að byrja. Þið voru mjög krútlegir, en nú eru þið orðnir stórir, skiljur. Þannig núna, þið voru svolítið litlir þá, og nú eru þið stórir. En sko, devotionið hjá þessar strákar, fyrst skipti ég heyrði þeir og hitti þeir, þá er ég og Friðrik, maður vestastýra á Hilton og eina skemmtun sem var búin að fyrirfram pantað, þá voru þeir. Og ég segi, ok, og þeir kom inn í salin, ég spyr, hvað voru að spila? Gær líka? Já, og hvar? Við vorum á Patreksfirði í gærkvöldi á miðnætti, þeir kerðu sko alla nóttina til þess að mæti Sounders klukkan 2. There you go. Vel gert! Vel gert!
Þetta er höstnum, sko. Bara, þið eru til fyrirmyndar og gott, viðhorf hjá ykkur og bara ég held að við vonum öll að ykkur gangi vel og þið verðið okkur til sóma, ég vissum það. Bara haldið þessari góðu jákvæðni og svona og við vonum að þið bara róið sem hraðast og mest. Yes, sir. Yes, sir. En nú með þið koma ykkur fyrir við hljóðfærið. Það bara komið að því. Nú fyrir við. Erum við sjá? Við tökja að það góða. Koma öldurnar. Ég einn að báta leita betri stað. Ég ekki enda búinn að missa allt, en við setjum seglin upp og höldum aftur af stað. Róði hér, róði þar og gegnum öldurnar, það getur ekki stoppað mig af. Róði hér, róði þar og gegnum öldurnar, það getur ekki stoppað mig af. Restin af lífinu hér út á sjó. Sjórinn opnast koma öldurnar. Ég enn á bát að leita betri stað. Ég ekki enda búinn að missa allt, en við setjum seglin upp og höldum aftur af stað. Róði hér, róði þar og gegnum öldurnar, það getur ekki stoppað mig af. Róði hér, róði þar og gegnum öldurnar, það getur ekki stoppað mig af. Róði hér, róði þar og gegnum öldurnar, það getur ekki stoppað mig af. Róði hér, róði þar og gegnum öldurnar, það getur ekki stoppað mig af. 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 Let's go! Yes, sir.